Þannig að segja step into my office, Rikki. Why? Because you're fucking fired. Það sem að gerast. Já, þannig að hann skottu United vinni á sunnudaginn. Annars færð að heyra það. Það bara þannig. En já, ég ætla bara að byrja að spyrja gestastjórnum Rikki, hvernig hefur það? Herru, ég er bara ljómandi góður. Bara þvílíkur heiður að fá að vera hérna með tveimur hörðum og koma inn úr Mötley Crüe. Ég er alltaf í bílnum yfirleitt, ég hlusta á ykkur sko. En það er ekki til betra lag til að kickstarta deginu. Má ekki gleyma því, Tommy Lee á afmæli í dag sko. Það er vel gert. Wow. 52 ára gamall sko. Þvílíkur fróðleikur. Þetta er að Rikki G. Já, hann er með allt svona á hrauninu. Já, það er engin annar frá gestarhjóðinu komið einhver fróðleikinga inn. Þetta er eitt bestu út af spælansins, Rikki G. Hann er með allt svona á hrauninu. Takk fyrir þetta, Rikki. Tommy Lee sem er að tromma þessu lagi á afmæli í dag. Er hann 52 ára? Lítur út fyrir svona 30. Nei, ég segi það nú ekki. Hann er að verða eins og goldteppi, sko. Já, en sko, 52 ára, Tommy Lee. Er það ekki eitthvað... Það er ekki eitthvað spesið. Tommy Lee, hann er búinn að gifta sig og hann er búinn að eignast börn og eitthvað, veistu hvað segir að það sé besta sem hefur komið fyrir hann í lífinu? Í ævisögu sinni. Að vídeoðu með honum og Pamelu lag út, þá sá hann að gera eitthvað með flott tippi. Hann vildi að meina að það var það besta sem kom fyrir hann í lífinu. Það var ekki börnin hans. En svona er menn misjættir eins og eru margir. En við óskum honum til hamingju með afmæli og það er nú ekki bara Tommy Lee sem afmæli í dag því að það er annar drengum á gráa fiðringnum og það er hann Jón Gunnar Geirdal. JGG, Nonni Tattoo. Eða Herra G, eins og hann er kallaður á netmiðlum. Herra G? Hann á heima í bakherbergi í Kópavogi og kallaður Herra G. Sástu ekki fréttum? Já. Herra G-blættur? Fertugur í Kópavogi sem... Herði, það er svona eins og það einhver sé bara stama, bara G-blættur. Já. Það er mjög gott, hann á afmæli í dag, hann er fertur í dag. Hvorki meira en ég minna. Er ekki einhver fleiri mestara fertur, eða? Nei, en það er líka sko Zlatan Ibrahimovic afmæli líka, veit ég. Það er mestari. Já, þannig að það eru nokkri góðir sem er afmæli í dag og talandi um afmæli, við erum nú að fara í afmæli hjá Jón Gunnar í kvöld og við ætlum að heyra í honum hér á eftir, við þurfum nú að ringi hann. Ég ætla að fá mér að refreshing beverage þarna hjá Jón Gunnar í kvöld. Já, það kemur engum óvart, þetta er blöðast maður sem ég þekki. Það er bara frekar verið fréttir að það sagt, þú ætlar ekki að fá þér að cold refreshing beverage. Það er Steindi sko. Það er Blötu Junior, ég er sammála því. Hvenær kemur hann aftur? Steindi, það eru held ég 3 vikur í hann. Hann er í fríi. Já, menn það er rándið brókan framöndan. Jan Johnson verður hérna næsta fyrsta. Wow. Sem gestastofandi og... The man Jan. En já, það sem ég ætlaði að minnast á, það er ammali í kvöld. Já, Jógigi, og þú varst nú eitthvað eins og tuðið við áðan með ammali, það sé haldið í hesthúsi. Já. Og við ætlum að heyra hans í Jón Gunnari á eftir. Já, heyrum að þessu. Þú ætlar að láta hann heyra. Já, bara, sko, Ertu að setja út af það að því hann er að halda þetta eitthvað staðar í hesthúsi? Og þetta er einmitt það sem ég ætla að koma inn á. Hann er fertugur. Af því að við erum með manninn í stúdíónu sem heitir Ríkharður Gunnarsson, Rikki G, King Rikki. Hann bauð okkur í afmælistétt einu sinni. Var það ekki þess ári? Já, það var ekkert manni, já. Já, það var þess ári. Bauð Rikki G okkur heim til sinni afmæli. Þú töðar og vældir allan tíman og ef ég mann réttir ekki þá sagður þú ætlar aldrei aftur að bjóða heim til. Þetta er vanþakkláttasti maður í heiminum. Hann sett út á allt. Hann kom inn. Það er ekki mótta inn í ganginu fyrir skóna. Byrjar hann að koma inn og svo kemur kjötið og eitthvað. Það heldur þetta eitthvað vel eldaði á kallinum. Já, náttúrulega fyrsta sem var sett út og það var einast í að sammálan. Þú varst með plastnýfapör. Já, ég var ekki að nenn að fara að vaska upp eftir einhverja góma maður. Herru, þú varst ekki með 70 mann ammali. Við vorum 7. Já, herru, átti ég að vera svo bara þín í stofu og chilla og ég var að vaska upp. Heldur að einhver hefur komið að hjálpa mér að vaska upp eða? Hvað skert það daginn eftir ekki? Þú varst með ammali. Þú hendur ekki plastnýfapör með steik. Já, sko það. Ok, ég skeit það. Höfðinginn nota bara plastnýfapör þannig útilegu. Já, ok, herru. Þökkuðu allir fyrir sem matinn og gefur sann, mikið elda, farið til Kolbarn og kenna elda steik. Já, var alltaf að tala um þú þurftir að láta Ásgeir Kolbeins kenna að elda. Ásgeir Kolbeins sem er bestu steik sem smakka á æfum. Þetta er ekki svona hjá Kolbarnum. Hann röflaði svona allt kvöldi. Sko máli, Kolbarn er með 10 ára á því. Já. Það er 10 árum eldri, þannig að sko, þú ert ennþá break, Richard, og þú mátt taka uppbyggilega gaggrin og gelsa hann. Já, allt er lægi í 1-2 mínútur, ekki allt kvöldið, þú varst ennþá að röfla út í miðnætti. Ég er þetta sammála Rikka að þetta var komið gott, sko, hann var búinn að bjóða okkur heim til sín í rauðvín og steik og ok, skeit á sig með plastnýfapör. Ég mun endur ekki ná upp í það, en allt annað var bara upp á TikTok hjá Rikka. Það var mjög fint í hann. Appreciate it. Ég skil ykkur, það er sko, Jón Gunnar Geirdal er engin betri halda partín hann er king of the party. Já. Og hann er með þetta í einhverju hesthúsi og ég ætla bara að spyrja hún út í það. Já, við ringjum í hann á eftir. Það er ekki eina sem við gerum í dag, við ætlum að fara í mynduru fyrir cash hér á eftir og... Má ég aðeins blöð? Já. Gilsi kemur á óvart í dag. Í mynduru fyrir cash? Að tengist mynduru fyrir cash. Nú ætlar að vera ódýra. Ég ætla að koma þér óvart í mynduru fyrir cash.
Já, ok, það er gaman. Ég segja það núna, viltu bara býða með það? Ég er forritin, hvað Ég er er málið? greiðlega spenntur. Og get að segja það, ég ekki beðið. Þú lofaði hlustundum í síðustu viku að gera trailer fyrir myndir yfir Cash sem þú gerði það sjálfsögðu ekki. En, who's your best friend? Hann er ekki hér Gilsi. Ég mætti, ég bjóti trailer fyrir þig. Nú átt þú trailer fyrir myndir yfir Cash. Verður það þá svo leikur þess að stöðla trailerið þetta? Ói, þetta verður eitthvað vondur trailer, það er bóttið. Núna áttu trailer, alltaf þú allar að fara í myndir yfir Cash, just push the button. Ok, ég ætla að sjá til eftir ég er búin að push the button eftir, hvort þessi trailer verður notaðar aftur eða ekki. Nei, þú hlustar hann í fyrst skipti með hlustundum. Já, það ger ég, en hvort það verður notaðar aftur eða ekki, Já, þessu annar yes. mál. Þannig að ég menn ekki hlusta á hann undan. Okay. Svo erum við með Sturla staðrindi, það er spurt og svara frá Gilsaránum. Hér stendur að Sverrir Bergmann komur klukkan 5, ætli að vera með annað leikrit eða? Er það málið? Sko, best sem ég heyrt. Besta? Nei, besta. Ég get ekki beðið eftir episode 2. Þetta verður að vera 24 þátt af seríu. Já, 25 þættir. Glætan. Það er kannski að leifum 3. Þetta var ekki 25 þættir. Svo erum við með nýja liðin, kortmyndur frekar, við erum með JGG og bara, ég veit ekki hvað, þetta er veistla í dag. Já, það eru Tommy Lee og Jón Gunnar Geirdal, 2 fjörgamlir og helgraðir menn sem er afmæli í dag. Það er þetta að fagna því. 957, föstudagurinn 3. október í dag. Ég sitt hér með Auðunni Blöndal og Agli Gils Einarsinni. Akkur ekki alltaf með svona innkomur og þú sjálfur með þína þætti hérna. Með rándýrar innkomur alltaf. Já, þetta var sant, þetta var alveg innkoma. Þegar þú ert svona eins og eigið, þú breytir röddinni þegar þú ert að opna. Já, ég tók svona Hér á FM. Já, hér á FM. Á FM. Hörðu, ég er ekki bara að tjekka hérna, er eitthvað að frétta af hérna meðslunum hjá Hæru Ásmiðina? Þannig að niðurmeðslunum? Nei, ég hef ekki séð neitt núna. Ég held að það sé bara um góðu kallinn. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og það er ekki íslenskt heldur erlends slúður og ég ætla að byrja hérna að ræða því að þetta, ég veit að þú ert mikið aðdáandi þessa manns. Miley. Nei, þessa manns. Karlmaður. Það er hann Charlie Sheen minn okkar. Já, hann er víst dottinn í ruglið aftur kallinn. Hann var búinn að halda sig á mottunni bara hérna í einhverja mánuði, munið hann var með hérna svona meltdown hérna fyrir einhverju ár síðan eða eitthvað og búinn að vera bara nokkuð þægur en núna var hann víst að snappa og réðst á aðstoðarmannesku tannlæknis með hníf og var víst sagður undir áhrifum kókaíns. Hann elskar kókaín sko. Já, það hefur ekki farið fram hjá neinum held ég en sko það hérna aðstoðarkonan, hún ætlaði að fara að setja á hann svona grímu eins og að gert sko til að opna svona fyrir kjaftinn, opna munnin til að halda sem sagt vörunum allir frá. Þá bara tók hann hníf svona af hérna borðinu og réðst á hana. Það er stinganaði. Já, og það var víst lífvörðurinn hans sem að náða að stoppa hann og það er ekki komið í ljós hvort að tannlæknastofan ætla að kæra Charlie fyrir árásinni ekki. Nú er ég engin gríðalegur aðdáandi þess að fara til tannlæknis en fjandinn Charlie maður. En var hann með hníf á sér, fór hann til tannlæknis og hann bara hugsa með sér, hann tek ekki hníf með. Nei, þetta hann tóka af bakkan sem er fyrir framann fyrir með svona til að skera og þannig að fór eitthvað ill í hann. Já, hann er í einhverju rugli núna hann Charlie vinnu. En ég veit til að heyra hans hlið á þessu. Já, hann voru bara með einhliða hlið frá tannlæknastofunni. Hann vil meina hann sé saklaus. Já, sjálfsög, Já, það ekki? Jú, það er að nýjasta hérna inn á TMC að Charlie Sheen segist. Já, ég ger ekki neitt. Nei, minna, hver fyrir að búa svona til Egill? Þú ert alltaf svo snöggur að fara í lið með Þú ert alltaf að verja alla þó að selja pottið að menn séu segir. Hver fyrir að búa svona til? Charlie Sheen mætti þarna bara með smá ég-jó. Kannski ekki bara sofa mikið, verið partíð að kvöldið áður og eitthvað verið að fokka í munnunum á honum. Það er það sem er gert til að fara til tannlæknis Egill. Það er fokkað í munnunum á þér. Hefur þið farið til tannlæknis eða? Einhvern veginn losnaði að vita markat á milli tannana. Já, ég veit ekki hana. Það var einu sinni og teknar 8 tennur mér í einni tannlæknaferð. Toppaði það. Þannig að það var ekki bara ég sem verið þreyttur og það var ekki gaman. Nei, ég er ánægð með þann tannlæknir. Ég gef hann high five þegar ég hitt hann. Þannig að helst átt að taka þær allar úr. En já, Charlie Sheen, hann er í vesinni og samt Charlie Sheen er með einhvern veginn svona, veit ekki, það er til fólk sem að maður bara vill að gangi yfir. Maður bara heldur með sumum í lífinu. Sumir eru bara með einhverja þannig áru yfir sér. Maður bara svona heldur með þeim og það, Charlie Sheen er með þannig áru fyrir mér. Ég veit bara einhvern veginn, hann er svo góður leikari og hann er vindinn, ég bara vona hann losi sig úr ruglunu. Hann þarf að gera þessi. Er hann ennþá í þessum anger management þáttum með það? Já, ég held að það gengur ágætlega á. Ef við ekki að senda hann kannski á Twitter, gamli, ríðuð í gang? Jó, ég er í tím Charlie en náttúrulega gengur ekki hans ég að ráðast á einhver aðstofamannesku með hníf. Það gengur ekki. Það er að gera það tannlæknirinn.
Já, það strax verið skára, láta tannlæknirinn heyra. Svo það Nick Cannon, vitið ykkur það Já, kynnir í þættinu sem þú ert að kynna. Já, hann kynnir í America's Got Talent, en sennilega frægari fyrir það að vera eiginmaður Mariah Carey, en þau eru að skilja núna, og ég fjallaði nú það hérna í slúðrunum daginn að samkvæmt einhverjum svona kaupmála sáttmála, hvað sem ekki, kaupmáli orðin kynntæg, já. Hérna sem að hann skrifa undir þeirra gifti sig að það má hann alls ekki ræða skilnaðinn og því ef hann ræðir hann þá fær hann ekki krónu en ég held að hann fái eitthvað 20 miljóna við skilnaðinn annars en það nýjasta hann átti afmælindaginn og var að halda upp afmælið sitt og var bera ofan inn á skemmtistanum bara eins og menn gera það núti greinilega þetta ekki fyrsta sinn sem að maður sé Justin Bieber og Usher og fleiri hvað það rífast alltaf Mér veist þetta vantar svolítið inn á Íslandi góða feeling, bara rífið úr, ekkert vesen Vistu hvað, fengir að heyra það maður En þetta bara mjög algengt að núti sko Rapparar og eitthvað, þeir eru bara bera ofan á skemmtistunum Já, ég rána með En sko, hann var með risa tattoo aftan á bakinu sem stóð á Mariah, hérna sjáu ég það og, Mariah, þetta bara yfir allt baki á hann Ég veit ekki hvað fær menn til að gera þetta og konur að vera að setja nöfn maka sinna bara, hvað þá yfir allt baki á Hann greinlega fára veikur, drengurinn En selur, nú er hann búin að breyta því að því hann stendur í skilnaði Þetta orðið svona Jesus og það kemur vist einhver svona engill úr Jesús og svona að spreða vængjum sínum Þannig að tattooið hann náði að breyta þessu í vængi þar sem að stóð Mariah Glæsilegt í honum, hann bara náði að bjarga sér Já, ég veit ekki, nei, er þetta ekki ágætið skörur? Nei, þið miður Ekki? Með buxum á hælunum Ertu í tím Mariah þarna? Nei, ég ekki mikill aðdáðandi Mariah Ekkert eins og Miley og Kim Kardashian og ég ekkert mikill Mariah Carey maður Minnst hún leiðileg, má ég segja það, það leiðið? Nei, það þín skoðun og rétt á henni Hún er frábær söngkona En eru þið, Rikki, ég hef nú aldrei spurt Erst þú með tattoo? Já, ég er með tattoo Er það einhvað konunni en eitthvað svona? Nei Mundirðu fá þig svoleiðis tattoo? Aldrei í lífinu En ekki segja Hún kannski að hlusta, Richard Aldrei í lífinu Hún myndi skilja mig ég myndi fá mér nafnið hennar sko. Ég myndi fá að sjá gurri á bakinu á þér ekkert mann eða Sko, ég myndi ekki setja smekklega niður serratussin eða deltöð Ekki aftan á allt baki eins og Nick Cannon Nei, Nick Cannon er allir En við ætlum að fara hér í örstuðar auðlýsingar Strax eftir auðlýsingar, myndir fyrir cash Og það finnst komið trailer fyrir myndir fyrir cash Ekki missa því Súper laugadagur á Sportbarnum í Smáratífúli á laugardaginn. Úrslita einví FH og Stjörnunar Íslandsmeistaratitilinn þar sem bæði lið eru taplaus. Í beinni útsendingu klukkan 4. Sportveislan heldur svo áfram með Gunnari Nelson klukkan 7. Allt sýnt á risatjaldi. Pizza og Pepsi og frábær tilboð á barnum milli klukkan 4 og 8. 5 í fötu á 2000 kall og kaldur og krana á 500 kall. Sportbarinn, Smáratífúli. Sólík og Coca-Cola kynna Dracula Untold Drink Dracula Luke Evans, Dominic Cooper og Þorvaldur Davík var á kostum í stórmynd goðsögnina Dracula Why? Because men do not fear swords, they fear monsters Dracula Untold Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Egilshöll og Borgarbíói Akureyri Við hjá Ergo fjármögnum flest milli himins og jarðar Flæðilínur, flutningatæki, flugvélar, fjórhjól, ferðaþjónustu, fjölmiðlatæki, ferðavagna, fjölskyldubíla og fjölmarga aðra hluti sem ekki byrja á F. Komdu og ræddu málin, hvort sem þú ætlar þér eitthvað lítið eða stórt. Við aðstóðum með ánægju. Ergo. Vá Boli og Doritos kynnar Reykjavík Comedy Festival Miðasala hafin á miði.is og harpa.is Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu Xena Gósið í Holuhrauni ekki það eina sem búið að krauma í 5 vikur. Nei, lottopotturinn gætir hreinlega sprungið helgin enda stefnir að lóðfluga í 45 glóandi milljónir. Lottó, alltaf á laugardögum. Samfem kynir, Annabelle. Frá þeim sömu og færð okkur The Conjuring kemur Annabelle. Stránglega bönnuð börnum. Protect your family. Annabelle, komin í bíó. Útsölulokk í GAP alla helgina. Alltaf 50% afsláttur. GAP Faxafinni. Gunnar Nelson klár í slaginn í Rick Story á laugardag. En þú, bardaginn á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Korputorg 6 ára og það verður risa afmælisboð helgina.
Fjöldi spennandi afmælistilboða. Frítt í krakkahöllina laugardag og sunnudag og Candyfloss á 100 kall. Komdu á Korputorg, fagnaðu með okkur og gerðu frábær kaup. Korputorg. Sjáið Gunnar Nelson á risatjaldi á Sportbarnum Smáratífúli. Pizza og Pepsi og tilboð á barnum. Sportbarinn Smáratífúli. Þú glumbar laus úr sambandinu og í jamskónum. Ertu með? Aygo, Yaris, Auris eða Avensis. Það úrval notara Toyota bíla hjá Toyota Kletthálsi. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. Newman, þessi John Newman alveg með þetta. Já, geggjaður söngari. Já, sikalega flottur. Eins og ég segi, lagið heitir Blaine en þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á þessum föstudegi, kominn 3. október og maður finnur að það byrja að kólna eins. Já, kallt í morgun. Hvað, 3 stegi held ég eitthvað? Já, komin tíma úrpöfur sveimi þá. Það er þreytt. Já, það er þreytt, en það er ekki að væli við því. Maður veit að það er komið vetur þegar Esjan er hálfhvít. Já, það er eins og segja Game of Thrones, winter is coming. Það er bara þannig. En það er hins vegar komið núna dagskráralið sem er alla fösta og heitir Myndir fyrir Cash. Yes, og vanalega myndum við bara skella okkur í þann dagskráralið, en það sem ég er vanalega myndi ég bara segja núna, strákar, eru þið tilbúinir? Já, en það er ekki þannig lengur. Ég reynda að sagði í síðustu viku að ég ætlaði að koma með trailers, en svo glemdi ég. Já, þú skeist. Og hver ákvað að koma þér á óvart? Hvernig var að segja takk? Já, ég ætla ekki að segja takk fyrir ég er búin að heyra trailerin. Ok, viltu, ef við ekki bara rúla í gegn? Þú ert ekkert með rosalega góða historíu þegar kemur að trailerum, sko. Ertu að segja mér að sé eitthvað DJ Alligator í þessu líka? Ég ætla ekki að eyðileggja neitt. Þetta er bara trailer, nú á Blöð. Alla föstu að nú á Blöð trailer fyrir Myndir fyrir Cash. En þú veist að Myndir fyrir Cash, það er svona þægilegur og rólegur liður. Það er ekki eins og þurfum að fara í stöðlögin. Nei, ég veit alltaf það. Ok, hvar er trailerin hérna inn á? Já, eitu á bleikatakkan. Hérna er þetta, víst, þetta er sem sagt nýr trailer í Myndir fyrir Cash. Tjekkum á þessum. Would you like to have pockets full of... Í Amsterdam. Ég er ekki hægt að vera bara með venjulega trailerhill. Bara Myndir fyrir Cash. Þú reynda að setja inn það sem ég vildi. Ding, 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 ding. Já, peningasjóðið. En ég var að segja þetta hafi verið svona 1,5 mínútu og langt. Hvað sagður Cash á því þessu maður? Við líka rugglið maður. Herri, ég byrst afsökunar þessum trailer. Og eins og heyrðu þá kom ég ekki nála á tónum. Það var vitleysingurinn hérna á móti. En alltaf komið trailer, hvort sem hann verið spilaðar alltaf eins og annar mál, því að það er ekki víst tímið það. Vá, hvað var þetta langt? Ég hlýtti að sjá það inn á timeline Það varstu lengi að kokka þetta. Hann er tæpa 2 mínútur. Líka rugglið, En eins og sagt var í trailerinu þá er komið að, hvað sagður þau? Auden Cash Blondell. Já. Þið betur cash in, Auden Cash Blondell. Gelvilegt nafn. En það er komið að Myndir fyrir pening, eins og ég kalla nú þennan lið. Og nú spyr ég ykkur, er þið tilbúinir drengir? Já, hárið. Og þetta eru 3 spurningar svo alltaf. Og ég held að það sé bara nokkuð skemmtilegar í dag, sveið mig þá. Hér kemur fyrsta. Mundið þið kvistla í heilt ár fyrir 20 milljónir. Þið mættu ekki tala í heilt ár. Þið yrðuð að kvistla allt sem ég segi. Bara tala svo Liam Neeson í heilt ár. Nei. Þetta er, nei, ekki, þetta er ekki að kvísla. Þetta er bara næðan þetta að tala, þú veist að, hey, Blondell. Þetta er vel perralegt að þú hugsa út í það, sko. Nei, blöð, kemur heim og eftir. Ef þú ert að kvísla, þá er það vond. Er þetta svona kvísl? Má ekki koma, hey, Blondell, you and me are gonna go over a couple of beers right now. Hvað svona? Nei. Þetta er ógeðslegt. Já, þetta er, hérna, þú ert að kvísla allt. Já, það er vond. Ég myndi segja já, ég mætti taka Neeson. Nei, þú mátt ekki taka Neeson. En hvernig var Rikki að lýsa leikjum? Þetta er svolítið vond fyrir mig. Eina sem ég gæti lýst var golf. Já, en, herðu, Jói Laxdal er komin 1-1 fyrir 1-0 fyrir Stjörnuna. Þeir eru að verða meistara. Hann að lýsa leiknum morgun, það voru mjög rétt fyrir hann. En þú fengir eins og 20 miljónum, þá getur tekið bara frí frá að lýsa. Ég veit ekki hvernig launum þú ert á þarna hjá Hjöpa. Sko, ef ég væri alveg örugur að fá að koma tilbaka eftir 1 ár, þá myndi ég segja já. Ok. Þetta er bara 1 ár. Já. Þetta er bara 1 ár, 20 kúlur. 20 kúlur. Það er helviti mikið. Sko. Þú sparar líka röddina hérna. Já, ég ætla að segja já. Þú Rikki segja já, þú myndi kvistla í heilt ár fyrir 20 miljónir. Já, ég myndi gera það. Þannig að þú veist bara alltaf að tala um konuna og alla það bara. Já, það er eitthvað sexy við það líka. Nei, Rikki, það er ekkert sexy við það og það er ekki með fullri vinningur í þér og þínu líka maður, það er bara ekkert sexy við það.
Egill Þínu líkama Já, ég var ekki að segja þetta bara, veist, það bara ekkert sexy það. Akkur er alltaf að tala líkama minn, þú veist, hvað kemur það við að kýsla? Ekki neitt. Ég, millifara þetta. Mist vel á það. Út af því að ég get alveg komið fólki í fórum og kvísla þeim. Þetta eyðileggur ekki fyrir mig vinnudaginn. Ljótt að segja, ég er að spæja bara að safna fyrir þessu og þú kvíslir 1 ár, það myndi bara hjálpa mörgum. Þú getur ekki verið DJ Möðs, þú búið það. Það reyndar fárlega góð punktur. Þannig að missir þessu 2 böldin Herru, þeir segja báðir já, hvað með ykkur, kæri hlustendur, myndið þið kvísla í heilt ár fyrir 20 miljónir? Með 20 kúlur á ári, minnst það fíti. Já, en ég held að sé samt erfiðara en að segja að með ekki tala í 1 ár, sko. Svo kemur næsta, myndið vera með gular tennur, það sem eftir er ævikar fyrir 100 miljónir. Jésús. Það fátt minna sexy. Það ekki að gera neitt fyrir mann, sko. Gular tennur. Og líka við erum að tala það sem eftir er. En þú áttu 100 miljónir. Þú getur keypt helling með gulu tönnunni. Já, maður getur farið til Monte Carlo og hendur á snekkju. Nei, í svona 100. sinn. Þú getur ekki keypt snekkju ef þú áttu 100 miljónir. Það er bara staðfest. Þú getur leikt hana, það er svona mál. 100 miljónir og gula tennur út af hérna. 1 sólarhringur í Monte Carlo. Þegar þú ert að geyma snekkjuna hennar, þá er ég ekki einu svona að tala viðhald á snekkjunni sjálfri og allt starfsfólki sem er á henni hér. Bara sólarhringur í Monaco kostar 2 miljónir. Þannig að þú getur séð að þú ert ekki að gera mikið fyrir 100 miljónir á snekkju. Ég verð að setja nei við þetta. Þú setur nei? Þú veist, því miður. Ég kortir þykkur, kann ekki að klæða mig hvað eru gula tennur, ég segi já við þetta. Ríkjardar heldur gula tennur fyrir 100 miljónir. En satt áttu, höfðu lokarna hjá bókan. 100 kúlur. Já, þú veist, þetta er ekkert svo slæmt, þú veist, þetta verður ekkert mikið vera. Jú, gula tennur, ég hendi bara í þetta. Rikki, verðt ekki að þessu, þú lítur bara mjög vel út. Nei, þú veist. Gula tennur en þú ert eiginlega að díla þetta við konuna fyrst. Já, þú ert að leifa henni. Henni, þú veist, ég brosi vilt ekkert með tönnum, ég er svona með lokaða munum, ég brosi. Já, þetta er sennilega, hvað varst að gera, Rikki? Það var ekki fattigt bros. Nei, ok, Egill segir nei, ekki gula tennur, Rikki segir já. Rikki búinn að segja já við báðum. Þá er það síðasta spurning dagsins og hún tengist afmæli sem er í kvöld. Ég held að ekki farið fram hjá neinum hér á Íslandi að Jón Gunnar Geirdal á afmæli. Heldur upp á það í kvöld. Myndi mæta naktir í afmæli fyrir 150 miljónir. Jésús, goddammit. Og þú varst að vera í afmælinu allan tíman þannig. Sko, ertu það ekki orðan svolítið klikkaður? Já, þú ert orðið ríkur. Og þá alveg öruggt að fólk fari ekki ef maður myndi gera það? Ég hef ekki séð nakið eitthvað sem þú ert að segja okkur. Nei, ég hef bara að segja svona, þú veist. Já, þú segir ekki að eyðileggja afmæli. Ég vil ekki eyðileggja afmæli fyrir Jón Gunnar. Nei, fólk fer ekkert. Það er eitt að vera svo trúður og lappinn og eitthvað svona. En það eru allt kvöldið bara allsbyrst. Já, spáðu kannski að fara að fá þér annan umganga bjór og þetta fara á barinu eitthvað. Þetta er samt bara ein kvöldstund. Já, það er. Og maður mætti hella sig í blackout og fara nakinn. Já, bara því miður fyrir okkur, já, þá mættur þú þar ekki. Já, þú veist, ég býð á mömminu svo Þetta er hellingur og pening. Þetta er, já, Rikki segir já. Rikki má segja já. Mér vantar íbúð, sko, þetta er mjög auðvelt cash. Já, ég veit ekki hana, þú getur kæftið fínt hús fyrir þetta. Já, mjög gott. Þetta er 100% já. Það sem ég veist vont við þetta, og þú lappar inn, og fólk er mætt, og svona fara allir að hlæja. Það er eitthvað flip hérna, hann er allsber, og allir hlæja, og svo gaman. Flippið deyr eftir hálftíma, sko. Nei, þetta er bara svo karaoke, flippið deyr eftir 5 mínútur. Þá ert þú ennþá bara á raskatinu, inni. Og Jón Gunnar að öskra á þig, hvað það gera raskatinu, drengur? Og þú veist, allir eitthvað horfandi á þig. Þú stótti að stela athyglinni úr afmælinu. Já, ég þarf að segja nei. Nei, Rikki sagði já, ok. Ef einhver á 150 miljónum vil sjá Rikka á dyrabjöllunni í kvöld, leggið inn á hann. 957 kynnir í samstarfi við Senu og Carlsberg Íslandsmótið í FIFA 15 á Glömbar. Mótið eru haldið á Glömbar Tryggvagötu. Keppnisfyrirkomulag er 2 á 2. Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 7. og 13. október og úrslitakeppnin viku síðar þann 20. október. Skráning í mótið fer fram á miði.is og kostar 5.000 krónur fyrir hvert lið. Athugið, takmarkaður fjöldi miða í boði og því eflaust færri keppendur sem komast af en vilja. Vegleg peningavelun fyrir fyrstu 3 sætin auk vinninga frá Senu og Carlsberg. FM 957, Sena og Carlsberg í FIFA stuði á Glömbar. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Saffran kjúklingur og rauðlaukur á teini. Ef ekki væri fyrir þennan gómsæta rétt þá hefði saffran aldrei orðið til. Saffran.
Gunnar Nelson á risaskjá á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. English Pub. Við hjá Ergo fjármögnum flest milli himins og jarðar. Lækningatæki sem auðvelda lífið, bora til að gera við tennur og bora til að grafa göng, byggingakrana til að hífa hlutina upp og fjölmiðlatæki svo við skiljum heiminn betur. Komdu og ræddu málin, hvort sem þú ætlar þér eitthvað lítið eða stórt. Við aðstóðum með ánægju. Ergo. Frábær stemning á sportbarnum Smáratífúli á laugardaginn. Uppgjör Pepsi-deildarinnar og bardaginn hjá Gunnari Nelson. Risatjald og frábær tilboð á barnum. Sportbarinn Smáratífúli. Ertu fastur í umferðinni? Átt eftir að sækja börnin eða kaupi matinn? Sparaðu þér sporin. Kíktu inn á aha.is og láttu senda þér matinn heim. Yfir 30 veitingastæðir sem hægt að velja á milli. aha.is. Hótel. Undarlegt fyrirbæri sem hefur ekkert með Apple-tengdar þarfir þínar að gera. Þess vegna erum við flutt á Laugaveg 23. Makland. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Sósan í líka fötin, já. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Lundúnaslagur af bestu gerð á sunnudag. Chelsea byrjaði tímabilið feiki vel með Diego Costa í fremstu línu, en skytturnar sækja hratt að. 6 stiga leikur á Stamford Bridge framundan. Ekki missa af þessum. Chelsea, Arsenal, sunnudag klukkan 12:50. Sport 2. Enski boltinn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. FM 95 Blöð og FM 957, það var nákvæmlega þannig. Hvernig ertu? Ég? Já. Góður. Mála nokkuð réttur. Það ekki. En sjálfur? Ég bara, maður ekki verið betri. Það bara þannig. JGG 40 í kvöld. Já, oktober mættur og allt að gerast. Já. En það komið að dagskrárlið sem búin að vera hvað lengst í FM 95 Blöð. Hann heitir Sturla staðreyndir og... Elska hann alveg. Já, ég hef ennþá gaman hann og vonandi þið líka, kæru hlustendur. Það eru 10 staðreyndir eins og alltaf og sem fyrr eru þær sturlaðar. Eru þið tilbúinir, drengir? Já. Já, hlustendur klárir? Já. Byrjuð. Hér eru hérna í trailin mann, er þetta sami var þetta sami sem að var að biðja ég er með spurningu inspiration, var hann ég vil cash? Þetta var ekki sama rödd. Það var svipað, við ekki en ekki sami samt. Ok, ekki sami. Hér kemur fyrsta spurning. Konur ljúga 11 sinnum á viku en karlmenn 58 sinnum. Það er basically Já, bara svona, þetta er einhver rannsókn sem við búin að gera og þetta er víst sturlu staðreind. Þannig að karlmenn ljúga töluvert oftar heldur en kvenmenn. Hverju er menn að ljúga nákvæmlega svona basic viku? Það er algengustu legar sem til eru ég er góður og ekkert mál. Það er vist svona algengustu. Ég er góður og ekkert mál. Já, bara veist, ef þú spurur þú ert kannski ekki góður. Nei, en þú segir samt alltaf. Eins og því ég segi ég er svo nýr. Ég væri ekki svo nýr. Já, ég veit til dæmis fyrir víst að þú segir ég er eins og nýr þó þú sérst það ekki. Þannig þá ert að ljúga. Nei, ég er svo nýr. Nei, þú ert ekki svo nýr núna. Hvað mennur? Er ég ekki svo nýr núna? Kannski núna, en ekki alltaf. Þannig að, já, sko, 50, haldið að maður ljúi 58 sem í viku? Nei, mér finnst það helviti mikið. Já, en þetta er náttúrulega aðalega að vera að tala um svona, þú veist, tiny little well aðeins, held ég. Já, það skiptir ekki máli. Já, ekkert svona. En svo svona, Rikki, hristur sjálfa þig, já eða nei? Nei, mitt. Þetta er svona ein lígi strax komin að það, sko. Við skulum bara fara í næstum. Það er borg í Kanada sem heitir Dildo. Já, það er spes. Skemmtilegt, já, það er mér svo tölu enskar, þannig að þetta er svolítið steikt nafn. Já, mjög spes. Já, veistu hvað er annað tungumál í Kanada, Egil? Nei. Franska. Mátti ég svara þessu það? Nei, því ég vissi það. French are assholes. Ég vildi vera svo eini sem virkaði gáðaður inn í þessu þætti. Já, það er allavega borg í Kanada sem heitir Dildo og skoðum til hamingju með það. Svo kemur næsta, þessi er nett. Það eru kvenkins kóngulær sem stunda ekki kynlíf nema að fá eitthvað að borða á meðan. Kvenkins kóngulær. Já, þetta er einhver svona tegund af kónguló. Það er ekki allar kvenkins kóngulær. En þetta er eitthvað sem
sem betur fyrir ekki algengt hjá hvern fólki. Nei. Það væri svolítið leiðilegt ef maður alltaf bara væri komið heim með konuna og þurfti að fá sér að éta þegar ætlaði bara að gera eitthvað skemmtilegt. Það mjög spes. Já. Rikki, hefur þú fengið þér að borða með nú? Nei, ég beið eftir þessum Nei, þá er ég bara að því að það er svona nett kóngló í þér. Nei, þú ert ekki að tala um það. Þú ert bara að tala um að ég er feitur. Nei, Rikki. Þú ert ekki feitur. Það er bara því að þú hreyfið eins og kóngló, þú ert svo snöggur. Hefur þú borðað með nóttastundagilin? Nei, ég hef ekki gert það. Nei, ok, til hamingju með það. Egill? Telst það með rétt jarðarber, til dæmis? Nennir að fara í næstu. Jesús minn, fara í næstu. Það er næsta jarðarber og rjómi og svona. Ég kemur 4. 60% kvenna tækju góðan svefn fram með gott kynlíf. Samkvæmt rannsóknum. Hvað er betur en góða svefn? Það er ekkert. Já, ok, þannig að þau eru sammálasum. Sammálasum 60%. Allur dagurinn er ónýtur, hún er ekki góðan svefn. Það er ekkert mikilvægur í heiminum. Þá ertu heldur ekkert að delivera í kynlífinu og söflus. Ég skildi alveg 100%. Það er hugsa kannski, hörðu, akkur er bara legg ég mig ekki. Tekist það bara good shit kynlíf þegar ég vakna og er fresh. Já, það þurft að velja annað hvort. Gott kynlíf eða góðan svefn. Og það er völdu góðan svefn. Hvort myndur þú vilja stunda gott kynlíf sem eftir æviðinnar eða sofa vel sem eftir æviðinnar? Akkur ætla alltaf að vera annarkort eða bara, það er vel annarkort að búa. Það er bara þannig, já. Aldrei að sofa eða... Nei, þú myndir alveg sofa, myndir bara ekki sofa vel. Þetta er töffi. Þetta er mjög erfið spurning nefnilega, sko. Maður er ekki svona viðbúin. Nei. Ég veit ekki hvað maður að svara þessu. Hvort ekki. Þetta er svona annarkort eða, þetta er dagskalið sem á að vera eftir. Mér finnst leiðilegt að geispa yfir daginn. Ég er vel svefnin. Þú tekur svefnin, Rikki? Nei, hún er að hlusta, ég tek kynlífið. Já, ok. Þá er það næsta, það er, já, þetta er rosalegt. Það er 33 ára gömul kona í Bandaríkjunum sem eru ekki étin eitt annað en pizzur í 31 ár. Var hún helst gafin eða? Það var ekki myndað henni. En nei, það þarf ekki að vera hún sé einhver feitaball. Nei, bara kannski hún helst gafin. Hún borða bara sína hvað, 2000 kaloríur eða 1500 hvað sem er. Já, þetta er best. Já. Ég elska pítsu en ég geta ekki alla æfið, sko. Nei, ég er ekki enn komið leið á pítsu, menn svei mig það, ég myndi ekki geta neitt annað, held ég fengi loksins leiðan. Já, það má taka hana inn á milli, sko. Já, 1/5 pissar í sundlaugina, viðbjöður, og ég, sko, eftir ég las þessu störtluðu staðrend, ég var með hann ekkert maður fyrir 1,5 ára síðan með minnir, að þá var ég alltaf að hugsa þetta þegar ég er í sundi. Já, sko, Blöð, ég get alltaf lofa þér að þegar þú varst sköllóttur á Sauðárkróki í sundskilu, í rauðri sundskilu hlaupandum á bakkanum, ég get lofa þér þú megst í laugina hana, það er 100%. Það er 150%. Nei, það er 100%. Ég hef aldrei pissað þessu. Jú, þú hefur gert það. Nei. Ég get lofa þér ekki þannig að ég var að tiny little baby. Ég er ekki að segja þér núna, þú ert ekki færtur núna í Kópavogslaugina mín, ég gerir mig grein fyrir því. Þegar þú varst að tiny little baby ég var alltaf sköllóttur á Sauðárkróki til að byrja með. Ég veit ekki hversu oft ég þarf að segja það. Þegar þú varst að króknum í litlu þröngu rauðu spýtusundskilunni. Hvaða rauðu þröngu spýtuskilu? Ég átti enga rauða þrönga spýtuskilu, hvað er að þér? Ég var í stuðbuxum? Nei, ég var ekki að pissa í laugina. Og ég ætla að vona að sé engin hlustundur okkar að pissa í laugina. Er ekki búið að segja það eitthvað, þú veist, það breytir einhverja því að klórin drepur þetta hvort þið er. Það veitu það, Rikki pissar í laugina. Takk fyrir opnaður, Rikki. Það skiptir einhver máli, sko. Klóri drepur þetta. Já, ok. Nú er ég komið svona fróðleiksmála, sko, en ég er endar lítið að létta á mér í laugunum, sko. Ég er endar bara lítið í sundi yfir höfuð. Já, ég er endar voða lítill sundkall. Lítið sundi yfir höfuð, Richard. I love you, Richard. Svo er það næsta, þú deyrð ef þú getur 10 kíló súkkulaði á skömmun tíma. Það er sem sagt 10 kíló? Já, það er sem sagt mikið súkkulaði. Að geta 10 kíló af súkkulaði er sem sagt bannvænt skammtur. Það er bara að taka það í einum drykk. Svolítið bara mikið. 10 kíló af, skemmt einhver máli hvað það er bannvænt, myndi ég halda það. Já, reynda góða punktur við það, sko. Þetta er svolítið mikið að drasli, sko. Hvort sem það er pizza eða súkkulaði. Ég geta 10 kíló af pizza. Það er ekki, við þurfum ekki að fara það, við þurfum ekki að fara tilhörnum það sem við félagarnir. En þú getur líka orðið háður súkkulaði, vissir það? Já, ég veit það. Ég hugsa oft ég var kvöldin þegar ég fæði mér ofta epli og hugsa oft hraunbita. Hugsa oft, vá, hvað er til að fá með hraunbita? Ég vil kælda hraunbita. Geima það í ískáp, opna, fá með hraunbita. En fæ mér epli. Já. Þar átti ég er háðu súkkulaði, eins og allar aðrir. Út frábær. Já, herru, þessi hérna er góð og geti kannski hjálpað einhverjum að núti. Þú átt spenntu vöfða í 60 sekúndur ef þú þarft að losa þig við óvelkomin bánir. Ef að félaginn fyrir að hífa sér á loft
á stað sem að þú ert kannski staður eitthvað sem að þú vilt alls ekkert að það gerist. Já, ég er það fyrir það, bara í einhverju ammali eða eitthvað, ég veit ekki. Eða bara á mömmuðinni og mamman Já, það skiptir ekki máli hvað það er náðu sannig, sko. Þá áttu að spenna vöðva 60 sekundur og þá sofnar hann aftur. Bara taka lærvöðan og spenna hann. Ég myndi spenna deltoidin í 60 sekundur. Alveg sama hvað vöða. Þannig að ef þau eru með óvelkominn bónir, þá er bara að gera að spenna vöðan í 60 sekundur. Hafið þið fengið óvelkominn? Ég ætla að vippa þessu spurningu beint yfir á Richard. Akkur á mig? Ég veit það ekki. Nei, jú, ábyggilega. Ég meina, maður er bara mannlegur. Það segja að þú hefur ekki fengið hann, eða? Ég ætla bara að vippa þessu spurningu beint yfir á Richard. Hvar var það hjá þér, Richard? Ég bara mann það ekki. Ég er ekkert með bókhald yfir þessum óvelkominn bónir kemur, sko. Hvar varstu þegar þú lentir í þeim hremmingum? Ég veit hvað er Jón Ársæll í stónum. Það er til dæmis skelfulegt út í leikfim eða eitthvað, sko. Já, þú varst ekki með óvelkominn bónir, þú varst í rúmunum með Jón Ársæli í þættinum. Nei, hann var meira en velkominn sá. Nei, það var bara ekki bónir þar. Það eru 2 eftir. Það er dauðarefsing fyrir að drepa pandubjörn í Kína. Já, eðlilega. Ef þú drepur að panda í Kína, hver drepur litla krútlega pöndu? Viðbjöður. Bara viðbjöðslega. Vinur minni panda, gaf ég panda, hefur hann að hlusta. Ég vilt þær ekki sammála dauðarefsingunni. Þannig er ég sammálinni. Já, af því að ekki drepa pöndu. Frekar að drepa fólk, eða? Frekar en pöndu? Já. Úðaldur hitla pöndum. Ég elska þér. Hefur séð litla pönduna sem hnerrar á YouTube? Kútt af því ég séð. Svo er það síðasta stjórnlastarinn dagsins. Það er fólk í Vegas sem að lifir í ræsum eins og The Turtles. Vá, hvað ég var til í það. Er það? Það var rosalega. Nei, fjandi. Og er það bara niður í bara með sitt samfélagin í holræsum. Ekki þessin? Nei, jú, það eru eitthvað vesen. Engi reikningar og ekki stress? Nei, reyndar, það eru ekkert að borga leigu. Nei. En já, það er ímislegt sem voru tilbúin að fornagreina til að sleppa að borga leigu. Búið holræsi í Vegas. Nú veist það er þetta gamla þarna, sko. Sverrir Bergmann er mættur inn í stúdíu. Sælar. Hann er með íslenska útgáfu á þessu lagi, segir hann. Svona gerum við, þegar við förum út að fáum okkur örlítið bjór. Já, svona gerum við. Glugg, 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 glugg. Glugg, 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 glugg. Og veistu hvað glugg, 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 glugg minnir mig á? Ég allsber hann Bréfið mitt, maður. Þetta getur verið lag mögulega það þegar þú varst að skrifa bréfi. Svona ger ég þegar ég skrifa örlítið ástabref handa þér. Svona ger ég. Glugg, glugg, glugg. Já, en þeir þú skrifaði alltaf glugg eða ekki þú tókst eitt sopa og skrifaði glugg. Það gerist tvisvar í bréfinu þar sem ég fekk með sopa og skrifaði glugg, glugg, glugg. Það er reyngarlega vel gert, krydda bréfinu. 7. bjórinn, ekki alveg búinn. Fárveikur rúlingur. Þetta var ekki. Mjög flottur rúlingur. Veit ekki hvað kæft þetta er? Fárveikur. Þetta var bara skrítið bréf. You met me at a very strange time in my life. En svo Brad Pitt sagði þarna í... Nei, það var náttúrulega ekki Brad Pitt sem sagði það. Það var Edward Norton í Fight Club. En nóg það. Hann er komin inga í stúdíu, hann Sverrir Bergmann. Og það er ekki ástæðlausu. Ég er pínu stressari. Ég er ekki a big fan. En mér finnst nú pínu hart að spila það ekki fyrst þeir eru búnir að gera það. Sko, viltu ekki spila episode 1 af 25 og síðan spilum við eftir episode 2? Ég er ekki eins og með episode 1 hérna, sem bara betur fyrir því að, sko, þeir settu eitthvað leikrit hérna síðast, drengirnir. Já. Og þetta var, verðum bara hreinskilnir. Jú, ok, getur þú fundið hitt? Já, þegar máli er fyrir fólki sem misti af episode 1 og það er hræðilt að missa af episode 1 og síðan eru episode 25. En fólk var samt ekki að missa neina, sko. Þetta var geggjaði þáttur. Sko, það er bara Richard. Þetta var, ok, og skulum við setja það á og spila svo hitt á hérna strax eftir auglýsingar. Þeir settu byggu til eitthvað leikrit hérna í síðustu viku, drengirnir, og þetta er eitthvað að steiktasta sem ég heyrt og þeir eru búin að gera eitthvað framhald af þessu. Við skulum heyra hvað var í síðustu viku. I am Optimus Prime. What are you doing in my garden? Attend to flowers, I must. Attend your own goddamn flowers. No garden I have. A lot of thirsty flowers you have. Get your tiny green ass out of my fucking garden. And my tiny green ass you suck. What did you say to me, you green tiny little piece of shit? Hey, strákar. Ég vil ekki bara vera vinir, eða? Hello, Gilzy. This tiny little shit is destroying my garden. Jóta, leiðu bara Optimus Prime að sjá sin eigin garðum. Hvað er í gangi? Attend to flowers, I must. That's the only thing that little frog says. Frog I am not.
Og þarna leikritið búið. Þetta ekki eins og leikrit að skulle vera að hlæða þessu. Ég bara ekki að ná þessu. Þetta er réttur, þetta er ekki leikrit, þetta er meistaraverk. Þetta er listaverk. Hver handritshöfundurinn? Við svona, við erum saman í þessu. Þetta er bara tíma. Og hvað, þeir eru búin að gera episode 2. Heldur betur vinnur. Og hvað er það? Og er það þá bara ennþá þeir eitthvað í garðunum að, hvað er þetta, Optimus Prime og Yoda? Sko Yoda segir Frogga er not og síðan svarar Optimus, þannig byrjum við episode 2. Ég kvíð þessu, ég ætla að slaka þess ásækja með kaffu og eitthvað þegar þið fáið auglýsingur meðan svo fyrir við í seinni partina á þessu skelvilega leikriti. Og það verður sennilega síðasti parturinn. Silfurskeiðin er tilbúin, mafían er tilbúin, ert þú tilbúin? FH Stjarnan er á lengjunni, tippað á leikin. Lengjan, gerir leikin skemmtilegri. Viðbúin, tilbúin, Ægó. Sjáðu hvernig þú getur raðað saman þínum eigin Ægó. Kraftmiklum, sparneytnum og sprellfjörugum Ægó sem geislar af þínum eigin persónuleika. Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Farðu og sleftu þér. Ægó. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Frábær stemning á sportbarnum Smáratífúli á laugardaginn. Uppgjör Pepsi-deildarinnar og bardaginn hjá Gunnari Nelson. Risatjald og frábær tilboð á barnum. Sportbarinn Smáratífúli. Gefðu henni Láftjokk og ástin liggur í loftinu. Láftjokk fæst í öllum helstu heilsuvörubúðum og í Hagkaupum. Gómsætir hambúrgarar og safaríkar steikur. Grillhúsið. Gunnar Nelson á Risaskjá á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. English Pub. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Varúð, Lottopótturinn stefnir óðfluga í 45 glóandi milljónir. Lottó, alltaf á laugardögum. Grillaður kótilettur. Pítan. Alltaf fersk. Okkar maður, Gunnar Nelson, snýr loks aftur í búrið. Thomas og Gunnar Nelson. Nelson er áfram ósigraður. Gunnar Nelson, laugardag klukkan 19. Fáðu þér áskrift á 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það eru Subway, Pepsi Max, Samsung og Gallery 17 sem færa þér Gunnar Nelson á Stöð 2 Sport. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blöð. Alla föstudaga. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Þetta lag kannski við hæfi hér áður við förum í næsta dagskrárlið sem er útvarpsleikrit frá Gils og Svessa. Sverrir Bergmann og Egill Einarsson eru búin að henda í The Next Episode á sínu leikriti. Og eru þið spenntur? Miðað við síðasta leikrit að þá var svona eins og þið verið búin að vera reykja eitthvað skrítið. Þannig að ég ætla að vona að þetta sé aðeins betra. Þú ert að saga okkur neyslu og eiturlyfjum? Nei, ég var að segja að vera eins og ég var ekki að segja að þið hefðu gert það. Við lögðum bæði hjarta okkar á sál í þetta leikrit og þetta væntuð um að sína þið smá virðingu. Ok, hvað í þessu síðasta leikriti það var Yoda og Optimus Prime. Og þú eða ekki bara sem Gils. Jó, Gilsi. Gilsi, já. Ok, episode 225. Nei, ekki séns. Fáið nýja leikar eða nýja karakter? Það kemur nýr maður inn. Ok, og er eitthvað sem þið þurfa að útskýra núna fyrir hlustandi maður fyrir mig? Þetta er basically alltaf bara sjálfstætt framhald af þætti 1. Er þetta sjálfstætt framhald? Og ég bara hitt að playa. Og ég eigum ekki bara einhvern veginn að lefa þessu njóta sína. Jó, ég held að. Hætti vel í græðum. Næja, ég best afsökun á þessu kæru hlustendur, en hér kemur sem sagt episode 2 af þessu leikrið þeirra og sennilega síðasti episodin. You look like a fraud to me.
You're tiny and green, just like a frog. Optimus, ekki ágætisbyrjun að hætta að kalla Jóta frosk? Hvernig væri það? But Gilsey, it is not my fault he looks like a frog. But the force I have! 1,000 kilos of poop appear in your garden, can a frog make? Shut your mouth, frog. What the hell? Why is there poop in my garden? A frog, you called me? Calling me a frog, you must stop! You listen to me, you insect. I am Optimus Prime. My best friend is Arnold Schwarzenegger. He is coming to pick me up any minute now. We are capable of great compassion and great violence. My friend Arnold does not like frogs, and he does not like the smell of poop. You have approximately 2 minutes to remove the poop of my garden. My ass, you suck! Optimus, get your ass out in the car. It's time for a workout. What is the disgusting smell in your garden, Optimus? And what is this disgusting old frog doing here? Hello, best friend Arnold. This green thing is destroying my garden. First he was playing with my flowers, and then he made poop come out of nowhere, right here on my garden. What's the matter with you? Look at you, with your tiny little green body and your 48% body fat. Fuck you. Get out of the garden. Fuck you. Musclehead talk weird. I talk weird? It's called an Australian accent. Fuck you. Look at you. Fuck you. Búið Já Það ótrúlega hvað þið hafið gaman að þessu sjálfur maður. Og hérna til hamingju Egill með lélustu Arnold Schwarzenegger eftir hennu sem ég hef heyrt bara from mankind. Mér finnst þetta besti Arnold Þetta er lélegasta Arnold Schwarzenegger eftir þetta. Þetta var bara svona eins og eitthvað lélegt grín á netinu sko. Look at you. Og hvað var Gilsa sjálfan? Var hann bara farin úr garðinu með það? Nei, hann bara sat hann eitthvað silkislagur. Það kemur vann til episode 3. Episode 3, bara glimtið Sverrir, takk kærlega fyrir komuna. Já, mín var ánægð. Já, ég heyri það, þín var ánægð. Ég vil bara fá inn á Twitter núna. Bara Ég ætla að setja inn á Twitter núna. Viltu episode 3? Ef að kemur undir 100 favorites, þá er ekki episode 3. Það er bara þannig. Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all. Hvað heitir hún? Rita Ora? Vinkona okkar. Rita Ora. Já, ég verður að viðurkenna það að Nú er ég ekki að djóka, nú er ég ekki að reyna að sleikja Egil upp eða neitt, en þessi accent hér, þessi Arnold var hörmung. Nei, býtu. Þú leður Richard að tala. Ég er ekki að grínast, þú gætir, það var hægt að bóka þig, bara í veislu, vera bara með svona 1-2 mínúna stand upp bara með þessum reyð. Thank you, Richard. Það myndi allir grenja. Ég vil ánægð með Richard. Viltu ekki bara fara undir borð hjá honum, Rikki? Já, við erum búin að henda inn á Twitter, við ætlum að sjá hversu mörg favorit þetta fær. Ég ætla að tísa því, sko, ég ætla bara að tísa. Episode 3, Al Pacino getur mögulega dóttið. Það er eina sem ég get tísa. Þetta er svo steikt, maður. Það nær ekki nokkri á. Hvernig myndir þú ná honum? Ég bara, Al Pacino gæti dóttið. Ég geti niður ekki en máli, hann gæti dóttið. Við sjáum til, hann fer eftir Twitternum. Við verum hins vegar að fara núna í dagskalið. Nei, já, það er spurt og svar og eftir. Það er núna hvort myndir frekar. Já. Og það er skemmtileg liður. Ég spyr strákana hvort myndir frekar gera hitt eða að þetta. Sko, er eðlilegt, ég mun að hlæja svo mikið hinn mætti hérna, ég kom með hausverk. Er það eðlilegt eða? Svona ángríns? Nei, það er ekki eðlilegt að þú ert að hlæja sjálfur. Þetta er bara. Það er kannski að skrýtni í þessu öllu. Hérna, en á ég að gera trailer fyrir myndir frekar það, einhvern tímann? Nei, ég er góður. Ég þarf ekki fleiri trailer frá þér. Staðfest. Skjálfest.
okay. En þarf ekki að gera trailer upp þetta episode fyrst þetta er að vera 25. sería? Ég ekki eins og með trailer, ekki um leikandi. Ég vil þetta lélægt. Riki, ég veit þú tóðum dagskrárstjóri hérna á FM 957. Þú ert að finna annan stjórnandi þennan þátt hérna frá 4-6 á föstudögum með þetta vera 25 episodes. Ég skal lofa þér því. Þetta er ekki nema 25 þættir. Við veitum ekki eins og hvað er næst. Ekki að segja með það, þetta bara að semja eitthvað handritur 25 þættir maður. En það er komið að kortmyndur frekar og við byrjum hér á fyrstum strákar. Kortmyndur frekar sem karlmenn. Ég var líka til að spyrja við okkur reynda sko Helga Braga komst ekki, Gulla komst ekki. Það er ekki að séum ekki að reyna að fá konu sem gestastundur. Það er bara gengið erfilega. En af því að mér langar líka að spyrja þær eins og hvort það myndi freka til að vera með tippi að kallmannsrödd. En ég ætla að spyrja ykkur hvort myndi stráka freka að vera með kvenmannsbrjóst eða kvenmannsrödd. Þetta er nú kannski léttur hugreikið, þú ert með brjóstin. Mjög velt. Egil. Verði ég að velja annarkort? Já, nei, þú ert ekkert með kvenmannsbrjóst, Riki. Hvort myndir velja? Ég er ekki með kvenmannsbrjóst, en ég er bara með þýttu mikil kallmannsbrjóst. Já, bara krútleg. Hvað sagðirðu, kvenmannsbrjóst eða kvenmannsrödd? Já, sem kallmaður, hvort... Hversu það breytir ykkur, ég myndi taka kvenmannsrödd því að þegar ég fyrir upp á HAC í lýsingum, þú veist, þá er ég orðin kvenmaður, það breytir ykkur fyrir mig. Já, þá talar þannig alltaf. Já, meina það. Þetta er svolítið töffi, sko. Þetta er bara eitthvað erfiðasta spurning sem ég fengið. Og er þið bara að velja bara annað hvort? Já. Hvað er þú í, Richard? Það er þetta að fela alltaf brjóstin, sko. Þú veist, það er þetta að fela röddina, sko. Klæðir brjóstin að þið, sko. Já, ég ætla að taka brjóstin. Ég vil fá kvenmann til að hringja inn núna í 511-0957. Ef það er kona að hlusta og engin strákar að hringja. Einhver stelpa hringja núna inn fyrir mig. Hvað það spyrir hana? Hvort að hún myndi frekar taka... Hvað er síminn hérna, Riki? Okkur dettu þetta stundum út? Ég skal koma. Láttu hann heyra það, blöð. Síminn á ekki dettu út. Laga þetta, Richard. Hvað er það bara núna? Bara hérna endan. Ok, já, það er bara kvenmaðurstrákar, ekki hringja núna. Ég vil fá, kvenmanns álit hér í þessum þætti. Tjekkum á þessum, hvort það myndi velja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú? Bára. Sara? Bára. Bára. Og hvað er Bára að brasa þennan fyrstu daginn? Bara að vinna. Nú, hvað er það að vinna? Sambýli. Ok. Hlustar á leikritið? Ha? Hlustar á leikritið? Já. Og stána með það? Mjög. Takk fyrir það verður Al Pacino dettur örglein í episode 3. Ég til í það. En nú ætla að spyrja þig bara, hvort myndir þú frekar vera með karlmannsrödd eða tippi? Ég? Já. Karlmannsrödd. Þú myndir frekar taka karlmannsrödd? Já. Það er mjög flott svarað. Já, þetta er kannski léttara. Þetta er auðvelt svar fyrir hana. Já. Vilt kannski ekki vera með tippi, sko. En þú mættir ráða hvar tippi væri á líkamanniðinum. Þú veist, þú getur þess að haft það bara á öxlinni. Setja á deltóðin. Já, það er bara á lærinu eða eitthvað. Nei, ég frekar til í röddina. Takk hjá Lárenda, takk fyrir að hringja. Ok, bye. Já, þegar þú sagði þér það, þá var þetta auðvelt val fyrir hana, því að hún var í stelpa, myndi neglega velja raskæti á sér og fara að lifta, þá myndi kossunni að fá karlmannsrödd. Já, ég ætla að það bara, eru einhverja konur í því? Þú veist, mér finnst nógu ógilt þetta að kallmenni, sko. Þá er það næsta, strákar. Hvort myndið frekar vilja geta lesið hugsanir fólks eða geta verið ósýnilegir? Ósýnilegir allan dag. Í alvun? Allan dag. Og hvað er þetta að fara að gera ósýnilegur? Pervertiðin? Nei, ég meina hvað? Hvað er það? Hann horfði á Egil en ekki mig. Af hverju starfur ekki á Richard? Því að ég er að tala við þig núna. Bara augkontakt og reyður og... Já, í hvað ætlar að nýta þetta að vera ósýnilegur? Ætlar að fara að ræna það? Ok, til dæmis, það er úrslitaleikur Champions League. Ég hleypur á völlin. Ok, Percy er að koma með boltan. Hann kemur með hann fyrir, Falcao missir hann. Bám, ég skalla hann inn. 2-1. Svo bara að sína þetta hægt. Hver skallar boltan? Var þetta Falcao? Og síðan get ég verið að klípa markmannin alltaf þegar Rúni er einn á móti markmanni. Já, ok, þú myndir nýta þetta svona. Já, hvað ætlar að gera? Rikki, hvað myndir þú nýta þetta? Það var ósýnilegur. Ég held ég myndi frekar vilja geta að lesa hugsanir. Ég er að koma, þetta er svo kjánlegt það sem hann sagði, sko. Það meikar ekki sens. Því annars ertu annarkvært að fara að ræna eða perrast. Blöð, má ég segja að maður setja upp scenario fyrir því þetta? Og Richard, hlusta þú líka. Ok, út í mat hjá mömmuðinni. Og mammaðinn er að deyta mann sem heitir Obama. Og hún er að hugsa heita kvöldstund með honum þegar þú ert að borða með mömmuðinni. Akkur ætti mamma mín að vera að hugsa um það þegar hún er að elda ofan í mig og hún er að vera að hitta Obama um kvöld. Ég held að mamma veri bara að hugsa voðalega gaman að hafa hann inn. Nei, hún var að hugsa, ok, laka til að fá Obama. Þegiðu Egill. Ógeðslegur. Alltaf jafn við bjóðsluður maður.
Þannig að þið takkir báður Ég ætla að taka ósýnilega núna aftur Takkir báður ósýnilega Já, 100%. Reyndar, ef ég geti lesið hugsanir þá myndi ég reyna að vera sem minnst í kringu þig því að þú ert með ógæstlegar hugsanir Það er bara þannig Þú myndi ekki hafa þig í kringum mig Það er það síðasta hérna í kortmyndinu frekar Hún hljóma svo Kortmyndinu frekar fara í 2 vikna frí hvert sem í heiminum með vinum og fjölskyldu allt greitt 2 vikur, allt greitt, mátt velja hvar sem Fítill Já Eða eyða 3 dögum með hverjum sem í heiminum Með hverjum sem í heiminum Þú getur alltaf splæst á fjölskyldun og vinn Nei, þannig ertu með bara mátt taka alla vinnina, bestu vinnina, alla fjölskylduna og bara veljið, bara Bora eða Hawaii eða bara veru það flottasta sem hægt að fara á Pakki upp á okkur 15 kúlur kannski Já, bara með engaþóttu og öllu ruglunu Ef maður ekki pínu poop, ef maður beilar á familju og vinnum til þess að vera með, til þess að sleikja ykkur að gæju Ég er ekki að segja þetta bara til þess að reyna að vera ykkur goody two-shoes Ég myndi velja frekar að fara með bara öllum bestu vinnum og fjölskyldum En á snekk, ég mátti Karla með Clooney og Pitt Bara 3 félagarnir Nei, það er bara einn sem mátt velja, mátt bara velja einn Ég Clooney og Pitt eru svolítið teimi sko Ég myndi aldrei brjóta það í sundur sko Þannig að þú tekur frekar að velja hvern sem Ég á ströndinni Ég var með því með McConaughey að sparka svona strandbolta á milli Og svona, hvernig ertu? Búm, sparka á milli og tekur hann á kassan og setja hann aftur Í staðinn fyrir að vera með öllum vinniðum og fjölskyldu bara að bora eða eitthvað Svo ég geti hlaupið með hann líka Frábært, þannig að þú velur það Yes Ok, Enrique, hvort velur þú? Richard Hvað það? Stóð ímennast þetta og sókuslegt hjá þér Ógæslega tjómar Ég elskar með því með hvað sleikara minn Enrique, hvort velur þú? Ég ætla að taka fjölskylduna mín allan tíma Já, ég teka líka, svei með það Þetta var kortmyndur frekar, hér eftir smá stund spurt og svarað og svo ætlum við hér í afmælisbandinu og fleira FM 957 kynnir í samstarfi við Senu og Carlsberg Íslandsmótið í FIFA 15 á Glömbar Mótið verður haldið á Glömbar Tryggvagötu Keppnisfyrirkomulag 2 á 2 Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 7. og 13. október og úrslitakeppnin viku síðar þann 20. október. Skráning í mótið fer fram á miði.is og kostar 5.000 krónur fyrir hvert lið. Athugið takmarkaður fjöldi miða í boði og því eflaust færri keppendur sem komast af en vilja. Vegleg penningavelun fyrir fyrstu 3 sætin auk vinninga frá Senu og Carlsberg. FM 957, Sena og Carlsberg í FIFA stuði á Glömbar. Sólning og Coca-Cola kynna Dracula Untold Drink Dracula Luke Evans, Dominic Cooper og Þorvaldur Davík var á kostum í stórmynd goðsögnina Dracula Why? Because men do not fear swords, they fear monsters Dracula Untold Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Egilshöll og Borgarbíói Akureyri Villtur matur úr hreinni íslenskri náttúru og öðrum framandi löndum Veiðikofinn Lækjargata 6A iPod, iPhone, MacBook Pro Framlenging þíns eigin sjálfs Hvert sem leið ykkar liggur skaltu vita að Makland flutt á Laugaveg 23 Makland Nú eru útsölulokk í GAP Alltaf 50% afsláttur GAP Faxafinni Maður þarf ekki einu svona að giska á markatöluna Bara 1x eða 2 Ótrúlegt Það eru 170 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn Tippaðu fyrir klokkan 1 í dag 1x2 Við tippum Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði Veislan hafin Allir leikir í enska í beinni á risaskjá English Pub Reykjavík English Pub Hafnarfjörður Passið ykkur, Lottopotturinn slettir óðfluga í 45 glóandi milljónir helgina Ertu komin í skjól? Lottó, alltaf á laugardögum Okkar maður, Gunnar Nelson snýr loks aftur í búrið Gunnar Nelson Nelson áfram Gunnar Nelson Laugardag klukkan 19 Fáðu þér áskrift á 365.is Stöð 2 Sport Besta sætið Það eru Subway, Pepsi Max, Samsung og Gallery 17 sem færa þér Gunnar Nelson á Stöð 2 Sport FM 95 Blöð Alla föstudaga
Hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru tveir harðir sem eru með eitthvað þennan föstudaginn. Rikki G hefur skotist hérna eitthvað fram. Ætla hans ekki að fá sér samloku eða eitthvað? Maður veit ekki. Hann fengið sér að borða. Hann elskar að borða. Já, eða undirbúa morgundaginn. Eða kúka. Hann kúka líka mikið. Já, frábært. Það sem við ætlum eins og að gera við Egill núna er að ringja í afmælisbað dagsins. Ég held að ekki farið fram hjá neinum á Íslanda. Jón Gunnar Geirdal fertugur í dag, eða The Tatman eins og við kallum hann, eða Lemon Boy. Manstu hvað Lemon Party er? Ég er ekki tvei gamli kallar í sleik. Já, það er fullt af gönnum köllum fara saman í gufu og það er Lemon Party. Það er Lemon Party. Ég voni fara aldrei í Lemon Party. En samt, bannað að dæma. Þau er félagur nummer 85 ára kannski. Ég er jafnvel orðinn þunnharður og við bara eitthvað allsbyrr í einhverju rugli, gufu eða eitthvað. Er það ekki eitthvað? Nei, það er hún ekki. Hérna, það sem við ætlum að gera er, við ætlum að ringja í Jón Gunnar því að hann á afmæli í dag og hann er út allt að tala afmælið sitt og er að, þú veist, svona, hann er name dropping, hverjir er að fara að spila þarna og bara eins og afmælið sé the shit. Við ætlum að láta hann aðeins heyra það. Þú varst að segja á það, þér finnst þetta afmæli ekkert the shit, þú ert ekki ánægð með staðsetninguna hann er myndið reiðhöll. Já. Hvað er ódýrt til salur sem getur leikt á Íslandi í dag? Ég veit ekki. Líklega reiðhöll. Við skulum ekkert vera að eyða. Við skulum bara ringi hann. Bara aðeins að fara yfir þetta með það. Aðeins að láta The Tatman heyra. Líka hvaða alkohól eru boði? Fá það alveg á hreint. Líka bara, þú veist, er AB jakkafutum með það? Hlýtur það bara. Hann lítur ekki að græða eitthvað dýr. Svín í smoking eða eitthvað. Svín í smoking var reynda rosalegt. Hvað ég aldrei hugsa átt í það, maður? Það verður í mínu fertugsamali. Svín í smoking. Hvað er þetta út í hotnöti? Þetta er svín í smoking. Hvað gerir hann? Hann er það bara hann. Það sem hann gerir. Það er svar. Það er náttúrulega svo mikið að gera hjá hann með afmælisdeginum. Hvað ætlar það að gera hvað núna? Hann ætla sig ekki að láta henda á sér einhver datum. Hann er ekki í hinu símanum. Hann er með okkar síman, sko. Jón Gunnar. Jón Gunnar Geirdal. Það er hann. Afmælisbað dagsins. Yes. Til hamingju með daginn, Tatman. Takk fyrir minni kæri. Hamingju með daginn, Lemon Boy. Hvernig er að vera 50? Er það ekki eitthvað? Það var fertur í dag. Hefur ekki að draga handan í nokkra sekundur. Á, fertur? Það er skita hjá Íslandingi, sko, leiðum þetta eftir á fertugsaldurinn, þá má orðið fertugsaldurinn eftir á 50-saldurinn, ég veit ekki mest það, sko. Já, þú ert komin á 50-saldur. Já, takk fyrir að þið með þetta ítökja það fyrir mér. En Pitbull segir 40 is a new 30. Já, ég er líka, við elskum Pitbull. Það er bara því. Þannig þú lítur að sammála Pitbull að 40 is the new 30. Já, ég sammála, ég sá myndað mér dag, þannig ég er 25 ára og ég táraði, þetta er miklu betri dag. Verður með Lemon Party í kvöld? Ég veit ég búið að kýrna sköllast á drassi að byrja þessu alveg við. Þú ert náttúrulega, sko, nú ertu komin á aldur til að vera með Lemon Party. Já, alveg bara, við gömlu kallarnir enda í smá gís. Nei, veistu hvað Lemon Party er? Já, Auðun Blöndal, ég veit hvað Lemon Party er. Hvað er það? Það er. Ég er ekki frá Söðugró, sko. Hvað er Lemon Party? Lemon Party er fullorðni kallmenn í gleði. Egill þekkir það vel. En hörðu, eitt hérna, akkur er með svo ódýran sal, akkur er ekki eitthvað rándýran sal, bara eitthvað reiðhöll, allt niður. Já, ég veit það, bara fyrir gefðu. Ég er bara, hérna þekkjandi hópi sem kemur. Það er bara fínt að vera með þetta reiði, þá mætti hann að móta bara út, sko. Já, sko, Egill satt aðan við borðið, var með undirbúað þáttinn, hann var hann látaði heyra að vera með þetta reiðhöll, hann bara, hvað var það með Rúbin, hvað var það með Hótel Borg? Allir þessi dýru salir. Einmitt. Síðasta partí sem að Egill bauð mér í var einhverjum kamar. Hefur Egill einhvern sem að bóða í partí þegar þú segir það? Ég meina, hingað til hann bara mætt með glas einhvern, sko. Já, herðu, hann mætir alltaf. Tuðar, ég man eins og í síðasta búningapartí og gerði hann ekki annað en að vælum að það væri oflítið að sterkuvinni. Það var áfengi hérna fyrir 150 skall held ég. Já, sko, áfengir, sko, ég var í sama partí, það var áfengir fyrir fleiri hundur manns og það voru 20 annar. Það er samt ekki nóg fyrir hann, samt getur hann þusa, gæðin sem að býður mann aldrei í nei. Nei, hvernig var það? Hann fær nú að bjóða í En hvaða alkohól ertu með í kvöld, John Gunnar? Hvað getur þið, þið fyrir barinn, hvaða valmöguleika hefur? Já, þeir eru mjög einfaldir en góðir. Ok, hvað er með það? Það er Túborgbjór, jökulkaldur. Það eru allir litir sommerspýr regnbúan. Love that shit. Huge fan. Sem er dásamlegt. Ok. Og svo bara Smirnoff Red Bull. Yeah! Og gin og tonic. Það er eina sem Egill þurfti að gera. Já.
Smirnoff og Red Bull. En skemmtiatriðin, við erum búin að sjá þau. Þú ert búin að tróða því í öll blöð. Hverju að segja skemmtiatriðina? Það sem við viljum vita, einhver dýr? Ég veit, ég var að hugsa þetta því ég vissi að Svalur og Valur myndi hringja. Er api í gallajakka? Nei, það er ekki api í gallajakka. Svín í smoking? Það er ekki kind með kórónu. Það er api. En naggrís sem litlu leðuvesti. Þið eru svo last. Það var ekki geggja. Egil, þú má skipilegja verðdagsafnum mitt. Ég ætla með svín í smoking og naggrís í leðuvesti. Ég bygg kannski Ásgeir Kolbjörn að koma með hellit págögin. En ákveður ekki að gera... Nei, allir hóttir hundleir á sem ógeðslega págögans. Ákveður ekki að gera þetta eitthvað svona nýtt og töff og vera með dýrin involveru? Það er nýtt og töff hvað? Og þetta er í reiðhöll. Það eru dýr þarna. Eitt sköllóttur gæi að halda fættusamali. Hér er Smirnoff, hér er gin, hér er bjór og hér er hljómsveit, sko. Jæja, ok. Það er ekkert að flóki, sko. Það verður eitthvað í matinn eða ég verð hungry. Getið nartaði hvað þetta er alltaf? Já, hafðu enga... Er það komið fyrsta partí í tímir hérna, aflitaða steik? Á mann að mæta svangur? Fáðu þið smá, eitthvað létt, ekki tróðið í heitli pizzu, sko, alla blöð. Ok. En það verður að mat, það verður engar það verður fljótandi og fasta veitinga fyrir, já. Glæsilegt. Á sjástu 10. Já, djöfull hlakkaði til að sjá okkur. Hvernig er mæting áttur? Mæting 20.00 sharp. 20.00, já, þá var það svona 8:30. Nei, hann sagði Celebri Kartmar, öllum saman. 20.00 sharp. Til aðmikið með daginn, elsku vinur. Takk, dragar. Það eru engin dýr. Engin dýr. Nei, en það er, ef einhver kann að throw a party, þá er það ekki. Hann er mikið að skemmtikraftunum, hann er mikið áfengi, hann er mat, hann er með, þetta var ágætisparti. Þetta er að sleppa. Ég er alltaf ekki að koma í leið á því. Titanium með David Guetta, sem fórum mitt á kostun hér í höllin á sínum tíma. Á afmæli FM 95 blöð. Sko, maður vissi að Justin er geggjaður. Það var bara, enda fannst mér það einhverju bestu tónleika sem ég farið á. En ég verði að gefa Guetta, hann kom mér óvart. Já, hann kann þetta. Já, hann var hrikalega góður. Ljósasjó og samtið og hann kann þetta. Alveg geggja. En eitt, sko við hefum eftir að fara í spurt og svara sem er hér rétt og eftir. En eitt sem ég ætla að ræða hérna örstutt, Rikki G. Já. Hvað ertu búin að kalla það? Þú ert búin að kalla það eða bara alla þína tíð? Nánast. Eða Herra G, eða ekki? Ekki Herra G, nei. Aldrei Herra G. Því að það er hérna einhver maður sem segist að sækjast eftir að hafa samfarir og segir það nutt er að sína leið til að upplifa nánd og spennu og láta gott að sér leiða. Hann er sem sagt með bakherbyggi í Kópavoginum. Veitu hvað er ég að hlusta á Reispaða plötu? Voru ekki að tala um þetta í byrjun þáttar? Ert þú Herra G? Jesús minn, nei ég er ekki Herra G. Ég er ekki fertugur. Get ég panta nuttjöður? Ég er ekki Kópavogi, ég er ekki fertugur. Hvað er þetta flókið eða? Þetta er rosalega frétt. Fertugur maður í Kópavogi fullnægir konum í frítíma sínum. Býður upp á sérhæft nutt og geblettir sem framkallar djúpa slökun og fullnægir. Já, hann bara nuttar geblettina þér. Ég var að lesa þetta, þegar hann ekki svo eitthvað naut, þá fer hann úr og ofan og svona nuttar hárunum. Bókaði hjá honum blöð? Ég? Nei, ég er feskur sko. En það er komin hörð sanngjarnum Herra G-nafni grunlega. Já, er tíkallinn ekki búin í trúðum þetta? Ég vil að þú þarf að vinna með, Rikki. Herra G. Richard. Nei, því að sko, ef þú ætlar að ná álfur árangri, hugsaðu út fyrir ramman, ekki alltaf bara lýsa, veist sko, ég verð þú, ég verður Richard. Ekki segja Rikki G, eða Ríkard er bara að ljóta það nafn sem ég heirt. Nei, ég er að grínast, ég var að reyna að gera reyðan og hann var ekki sem reyður. Ríkard er ekki ljóta það nafn sem ég heirt, ég var að grínast. Ok, en Ríkard, ok, færum það yfir á ennsku, Ríkard, ríkur, rich, harður, hard, Richard. Richard. Ef þú kallar þig Richard frá þessum degi, Richard, þá viltu lýsa Super Bowl leiknum? Já eða nei? Já, alveg potið degið mann. Richard. Já, en eina sem ég var að fatta þetta, ég var að lesa meira hérna inn í fréttina. Ákvæmdu með það? Herra G sem býr í bakhús í Kópavoginum, hann er fráskilinn og vinnur venjulega dagvinn í tölvufyrirtæki í borginni en sinnið þessu áhugamæli sín að fullnaði konum í frítíma sínum. Þetta er svona eins og Sverrir Bergmannast í. Hann er alltaf eitthvað svona í tölvum og lífráskilinn. Og hann er í Kópavoginum. Já. Og hann elskar tölvur. Svessi Herra G? Hann er hann Herra G? En haldið þið, svona öllu kanni slepptum, þetta er sem sagt frétt sem er í blaðinu mann. Haldið þið að vinir mannsins vita af þessu? Hann sé að gera þetta?
Haldið þetta sé eitthvað svona eins og Batman Bruce Wayne. 1-2 nánir kannski, veit þetta. Ekki allir að getur félag á hópurinn, sko. Er ekki akkurat 2 sem vita að Bruce Wayne er Batman? Jó. Hvernig, því þú veist, Herra G og svona, hvernig ímyndi ykkur hann lítið út? Ég pæla oft í svoleiðis. Ég myndi segja að það var a tad overweight, þannig í tölvubransanum. Því yfirleitt eru menn í tölvubransanum 56 kílóum á þungir. Það er bara tölfræði. Og kannski er hann hel skafinn. Ég þekki eitt gæja sem vinnur í tölvur. Hann er með æðar í öxlunum. Hann er með æðar í deltöðnum. Já, frábært. Hérna, já, ég veit ekki hvernig hann lítur út. Sveið mig þá. En af hverju kemur ekki Herra G í gott bjall fyrir okkur félagana? Maður fær ekki að sjá andlitið á hann neitt, sko. Nei, ekki þetta útvarp líka. Bara breyta röddina á. Herra G, ef þú ert að hlusta, það væri mjög gott að fá þig í spjallið á næsta föstudag. Já, þú mikli meistari. Það væri frábært að fá að ræða þessa iðju. En fyrir mjöglusingar svo er það spurt og svarað. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Silfurskeiðin er tilbúin, mafían er tilbúin, ert þú tilbúin? FH Stjarnan er á lengjunni, tippað á leikinn. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegri. Við hjá Ergo fjármögnum flest milli himins og jarðar. Flæðilínur, flutningatæki, flugvélar, fjórhjól, ferðaþjónustu, fjölmiðlatæki, ferðavagna, fjölskyldubíla og fjölmarga aðra hluti sem ekki byrja á F. Komdu og ræddu málin, hvort sem þú ætlar þér eitthvað lítið eða stórt. Við aðstóðum með ánægju. Ergo. Feiti Elvis var ekkert verri Elvis. Ræður þú við eitt Elvis-style? American Style. American Style. Nú eru útsölulokk í GAP. Alltaf 50% afsláttur. GAP Faxafinni. Samfem kynir Annabelle. Frá þeim sömu og færð okkur The Conjuring kemur Annabelle. Stránglega bönnuð börnum. Protect your family. Annabelle, komin í bíó. Fimmleika áhuga fólk aðtíð. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á eitt stærsta íþróttaviðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. Evrópumótið í hópfimmleikum fer fram dagana 15. til 18. október í Laugardalshöll. Nánari upplýsingar og miðasala á miði.is. Verkfæralagarinn. Miklu meira en bara ódýrt. Verkfæralagarinn, Smáratorgi. Korputorg er 6 ára og það verður risa afmælisboð helgina. Fjöldi spennandi afmælistilboða. Frítt í krakkahöllina laugardag og sunnudag og kandifloss á 100 kall. Komdu á Korputorg, fagnaðu með okkur og gerðu frábær kaup. Korputorg. Það er óstjórnleg skjálftavirkni í loftabóttunum og almannavarnir í viðbragðsstöðu enda stefnir hann óðfluga í 45 glóandi milljónur helgina. Lottó, alltaf á laugardögum. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík, English Pub Hafnarfirði. Höfðahöllin, mikil sala, vantar bíla á skrá. Höfðahöllin, Funahöfða 1. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þið er að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að dagskrárlið sem er steiktur eins og flest annað í þessum þætti. En pældist það hvað þú eru virtu dagskrárlið? Hann er búin að vera heldur lengi. Já, hann er búin að vera í smá tíma núna. Ég viðurkenni það. Og alltaf fjölga póstsendingunum. Þetta hefur verið minn, svona ég segja, þetta hefur verið minn uppáhalds dagskrárliður frá upphafinu. Gott að heyra þetta, Richard. Hvað var þetta blóðandi? Ég er að gera, sko, þú þurftir ekki eins og segja það mig. Og ger allavega hana... You have a problem. Það, ég veit ekki að segja þetta. Nei, þið nefnir ekki að hlusta á vælið. Ég hef spurning inspiration kills. Þetta er svo vopna. Come to me with your problem. I will solve it. I will solve it. Ég byrjar að kunna þetta. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, muni dömun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara.
Serðu gæsaðunum? Já, þetta Ég fæ bara gæsaðunum. Ánægður með þér, Richard. Það er í gangi hérna hinum með. Við erum bara að fá okkur herbyggi, drengir. Já, ég var til að fá okkur herbyggi með Richard. Já, en það komið að spurt og svarað. Já, 2 spurningar. Og ég henda mér í það þetta. En já, það er game. Eitt bara svona svo sé á hreinu, þú veist, það vissi enginn að ég var að koma í dag. Þetta var svona eiginlega on the last minute. Já, það virðist ná að maður spurst aðeins út, Richard. Ég er ekki að nefna að leiðilega. Spurðist út að Rikki gefa þér. Það var hérna, en ég er með 2 spurningar og þær eru medium langar, það er engar langlókur. Ég ætla bara að koma með að henda það beint í þetta. Maður sé að bytta eins, áður að ferði spurt og svara í dag. Þá var ég að hugsa eitt. Ok, þú ert búið með gamla mann sem ætlar að klára sig. Þú ert búið með 3 ára barn sem ætlar að klára sig að því að hann var sköllóttið. Þú ert búið með hund sem ætlaði að éta einhverja svefntöflur að því að hann var að missa hárið. Ég er bara að það er eitthvað eftir. Nei, ég held ekki endur nokkuð safe í dag. Fire away. Ekki sko, don't shoot the messenger, segi ég alltaf. Ég segi bara eins og Titanium, fire away. Já. Sititi Gilsi, segir þessi. Þetta er greinlega meistari. Já, eða 5 ára krakki. Hann segir, ég er í vandræðum og það er að hlera ykkur meistarana. Ég vitaði frá því ég var 3 ára gamall hvað ég vildi vinna við í framtíðinni. Þegar krakkarnir í leikskólanum voru spurði hvað ég vildi vera þarna stórir, þá svöruðu svært flestir krakkarnir slökkvilismadur, lögreglumadur, svona basic shit. Ég sagði alltaf íþróttafréttamaður. Æmitt. Okay. Í grunnskóla var ég strax mjög hæfileika ríkur lýsari. Alltaf þegar voru íþróttaviðburðir í skólanum þá var ég fenginn á mækin að lýsa leikjunum. Í framhaldsskóla var það sama upp á tenningnum. Ég lýsti öllu íþróttatengdum sem gerist þar. Til að gera langa sögu stutta, þetta er sem ég vil vinna við í framtíðinni, en það er bara eitt stórt vandamál. Ég er grannur og kann að klæða mig. Akkurat. Og hvað er þess að senda það? Menn í formi fá einfallega ekki vinnu við að lýsa íþróttaleikjum, en þetta er draumatjobbið, hvað á ég að gera? Þessu bulli, maður. Jésús, maður. Ég hef þetta spurning frá King Annes hérna. Hvað heitir hann? Annes. Hann heitir Annes, með æ. En hver er spurningin? Spurningin er, ok, hann er í top physical shape, en langar að lýsa fótballaleikjum, en þess að ég segi, Annes, King Gaupi er í top standi. Hefur þið séð Walt? Valtarinn? Jú, reyndar The Walt líka. Þessi 2 eru undartekningin frá þessari reglu að íþróttafréttamenn séu allt og þungir. En Gummi Ben? Gummi Ben er tad overweight. Já, svona að þú veist, hann er ekki... Hlagt til að segja hann á næstir í hittan, þú hefur að tala um því í útvarpinu, hann var í tad overweight. Nei, hann er ekki... Sko, Ben er ekki feitur, en hann er með svona smá svona... Þú hristir í magan á hann, skilur, smá. Þetta kallast skinnill. Svona flestir eru með... Já, Gummi Ben er ekki feitur. Gummi Ben er ekki feitur, en hann er svona... Hann er 18%, ég vil hafa hann í 10. Og Hjöppi er í 18%, vil hafa hann í 10. Hötti Mag er í 18%, vil hafa hann í 10. Arda Björnsson er í 18%. Ég er ekki reyna það að segja allir í 18%. Þeir eru cirka í 18%. Já, nema hann náttúrulega segir ekki mitt nafn. Richard, ég er við eftir 30%. Richard er því með í 30%. Ég er ekki reyna að leiða. Akkurat. Og sko, og þetta hafa ekki tekið eftir þessu. En allavega hann er líka ekki að lengja þetta. Richard er með okkur, hvernig farið þessi meistari vinnu? Bara liggja nægilega mikið á bakinu á mönnum og æfa sig okkur en degi og já, ekki eins og þú segir, borða aðeins meira. Borðaði meira Hannes. Og frábær ráð hérna í spurt og svara. Þið lærið á þessum liði eins og heyrið. Og þá komið að spurningu 2, Sæll Champion. Ég hlusta alltaf á ykkur meistarana á föstudögum. Tækja með 2 putta og hafa ykkur félagana oftar en 1 sinni í viku. Samt þakkláttur að séu allavega 1 sinni í viku. Takk fyrir það, meistari. En ég er með life and death situation, eins og það er kallað. Ég held að sé næg þekking þarna í stúdíónu til að aðstofa mig við þetta vandamál. Ég er smiður, helviti góðu smiður, þú sé ég sjálfur frá. Daginn bauðst með vinna á einhverjum skýta ógeði stað í Noregi. Ég var ekki að nenna því við aukinn það, en Cassie er bara það gott, ég gæti ekki sagt nei. Og ég segi alltaf þú, eins og þú, Gilsi, Cassie's king. Það ætla að vona fólk skal ekki að læra þér. Ég séðast mættu til Noregs og er einn í þessu verkefni, algjörlega einangraður, og þetta er í einhverju skítasveit, það sem er ekki neitt. Það er ein bensinstöð hérna og hún er líka maturverslunin og kaffihúsið. Og ég fór að kynna mér hans þetta skítapleis eftir lendið hérna og þá fekk ég smá sjokk. Það er ekki ein hárgreiðslustofa hérna. Ekki ein. Og ég er í þessu verkefni í 1,5 mánuð. Hvernig í anskotanum afsakaðu dónarsköpun á ég að lifa af 1,5 mánuð á þess að fara í klippingu, að fara í hettuna, fá hittan, beint í vaskinn, allan hann að pakka.
sé einfallega ekki fram á að lifa þetta af, getur þú hlerað King Blue með þetta, þú miklu meistari. Kveðja Unnbjörn. Hvernig á ég veist eins og núna, ég veit oftur þú ert með eitthvað svona bull, sko, en ég næði þessu ekki. Hvernig á hann að lifa þetta af? Akkur á ég við þetta, ætti þú þá ekki við þetta? Hann að vinna í Noregi. Hvenær var ég í Noregi? Nei, þú hefur reynslaði að fara ekki í klippingu, hann að meina það. Þessi meistari kemst ekki í klippingu í 1,5 mánuð, sko. Raka það bráðir hárið. Ekki flókið. Þetta svo heimst, maður. Hann ekki nokkur átt. Ég heldur sem að kveðja spurt og svara loksins. Það ekki bara búið. Eins og núna, ég veit ekki eins og hvað ég var að segja. Hvað, hann kemst ekki í klippingu 1,5 mánuð? Vá, dreigi kallinn. Fólk sem var ekki að borða í 1,5 mánuð, sko. Hann að beða ráð, þú hefur ekki farið í klippingu lengi. Hvernig gerir þú? Ég fer í klippingu og tækjagnar ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég kemist ekki á tækjagnar. Þú geti hjálpað þessum vitleysing. Ég hef ekkert lent í þessu vandamáli, sko. Nei, sveið mig þá, ég held að vera meira viti þegar var einhver hundur að fara að gleypa svefntöflur heldur en þessu kjaftaði. Klukkan að verða 6 á þessum föstudegi. Við strákarnir sitja hérna síðan 4 í dag. Bor mikil stemming. Blöðum að ekki reitt. Út af því að ég var best friend í dag og gerði fyrir þið, komur óvart og gerði trailer fyrir þið fyrir myndir fyrir cash. Má ég, út af því ég lagði með svo mikla vinnu, má ég heyra einu sem enn myndir fyrir cash trailerin áður við kveðjum hlustendur og þá getið farið beint í JGG40 til að minna hlustendur á að fylgjast með á Instagram og Twitter #JGG40. Það verður eitthvað nokkara Instagram-myndir í kvöld þar. Það eitt af skemmtilegasta sem ég lendi í þegar ég sýndi sveppin á Facebookinu að Jóngur var að biðja fólk að vinna með JGG40 í undirbúningi og í veislunni. Var hann hneykslaður eða? Já, ekki lítið. Hann sagði orðrétt okkur þekki hennar mann. Það er aðan. Það er 2014. En sko, bara trailerin svo langur, það er bara alltaf tími í það. Og það er ekki að segja eitthvað fólk sem misti af honum, paldi, og þetta er gjöf frá mér til þín, kannski keyrir hann í gang? Já, sko að tjekka, Egill komur ávart í dag og var búinn að búa til myndri fyrir Cash trailer sem að er, svona allt öðru í sig heldur en ég hafði hugsað mér ef ég myndi gera trailer fyrir hann á dagskrálegu, skulum heyra hvernig það var hérna í lokin. Would you like to have pockets full of Hann sagði of cash í trailernum. Hvað átt? Hann segir cash 22 sinnum. 22 sinnum kemur cash fram með þessum trailer. Takk æðislega fyrir hlustun í dag. Kæru hlustundur, vonandi höfðu við gaman að. Alltaf höfðu við gaman að því að vera hérna með ykkur. Verður John Johnson okkur næsta? Já, Jón Jónsson mætir hér næsta föstudag, kannski orðin Íslandsmeistari. Það kemur allt í ljósa á morgun. Hvet fólk til að horfa á FH Stjarnan klukkan 4. Áfram Valur á morgun. Það verður gaman að King Maggi myndi sækja Evrópusæti. Bleikir nummer 1 ekki að vera að taka það í mál því miður. Og svo er að sjálfsögðu Arsenal Chelsea líka og Manchester United Everton. Þannig að þetta er svaðaleg boltahelgi. Hafið það gott helgina, við heyrumst þetta viku. Takk fyrir hlustunum í dag. Eru frábærar fréttir fyrir þig.